Ég fædd og uppalin í Palestínu, flutti til Íslands með mömmu og 5 systkini þegar ég var 16 ára gömul. Fór á rosalega erfitt fyrst að klára menntaskóla, ég kem á þessum aldri, þannig að tók mér svolítið tíma að klára. Svo kláraði ég háskólabrúna hjá Keili 2008. Framhaldið á því fór ég í orku- og umhverfistæknifræði og kláraði þar BS gráðan. Eftir það fór ég MBA-námið í Háskólanum í Reykjavík og kláraði það. Geosilica var lokaverkefni mitt í orku- og umhverfistæknifræði. Geosilica framleiðir hágæða steinefni unnar úr jarðhitavatni frá Hellisheiðarvirkjun. Hugmyndin okkar var að nýta steinefnin sem fella til við háhitasvæðin á Íslandi. Og við náðum að framleiða vörur sem eru steinefni til inntöku og eru á markaði í dag á 7 markaðum og eru unnar úr jarðhitavatni. Lífið er mikið áskorun fyrir alla, ekki bara fyrir mig, og ég tek svona áskorunir sem verkefni. Ég veit þau eru ekki búnar, það er alveg fullt af verkefnum eftir. En sem stendur upp úr hjá mér er námið. Það var rosalega erfitt að klára námið, vera með móðurmáli mitt arabíska, reyna að klára námið á íslensku sem er erfitt fyrir Íslendinga, en ég náði því. Þannig ég er mjög stolt af þessu árangri og já, fagna því daglega. Skilaboðin mín til yngri kvenna, þó ég sé mjög ung, en skilaboðin mín til þeirra er að halda áfram að berjast, að vera með þrautseigju og fylgja draumana sína eftir. Það eru margir sem munu koma og segja að þetta er ekki réttur draumur, þetta mun aldrei ganga upp, en ekki hlusta á það. Fylgja innsæi og fylgja eftir draumana sína. Þar sem mér finnst vandar, og ég hef oft verið spurt um það, hver er munur á íslenska kvenna og palestínskar konur? Akkur eru Íslendingar búin að ná lengra en annars staðar í heimi? Og þá segi ég að munurinn liggur við karlmenn. Við viljum fá meira karlmenn með. Íslenska kallar eru mjög duglegar að hvetja konur og berjast fyrir réttindi þeirra, og það er það sem vandar út allan heim til að ná árangri, og ég hvet bara strákarna til að halda áfram að berjast með okkur, fyrir okkur. Stærsta áskorun sem ég myndi telja sem stendur upp úr er svolítið einmannalegt að vera í þessu bransa. Ég er í jarðvarma, ég er í bransa sem eru karllægir og fáar konur, fáar fyrirmyndar til þess að hjálpa mann áfram og svona til að horfa upp til. Þannig að það er svolítið einmannalegt að vera hérna á þessum fundum, eina konan, eina útlenska konan. Þannig það er svolítið áskorun að mæta ein á staðnum, alltaf, og vera svona öðruvísi alltaf. Það er svolítið erfitt. Ef ég væri að tala um sjálfa mér sem litla stelpu með að við reynslu sem ég hef í dag, þá myndi ég segja fylgdu eigið hjarta og gaktu bara í gegnum lífið út frá eigin forsendum, fyndu haminginn sjálf og fylgdu því eftir. Ég myndi segja það.